Alright, velkomin í ferðalagi til Liechtenstein. Raunin ferðist á morgun en ég er bara hérna að preppa mat og ætla bara að sýna ykkur aðeins hvernig ég geri það í ferðalögum. Þú veist, ég er bara með allt hérna, hakkið eldað, kjúklingabringun eldaðar, á eftir að græja allt saman og dundraði bara í svona ziplock-poka þannig, eitthvað sem ég geri og síðan flýg ég út með tilbúnar kjúklingabringur bara í svona stóru ziplock-pokum. Já, síðustu máltíðarnar eru þarna eitthvað staðar. Og já, allt sem er verið ready, bara klára að preppa þetta allt saman. Já, klára að preppa matinn fyrir morgundaginn, það þegar við flugum út á morgun. Þetta sem sagt er þá 3 dagar mót núna. Síðan flugum við út í fyrramálið og þannig. Batti með mér í öllu, Batti. Batti. Það verður meðleika. Fellows. Alltaf, já. Við hlustaði okkur podcast bara á leiðinni og síðan bara preppa eftir rólega. Og já, ég ætla að græja máltíðarnar, setja þetta allt saman og sýna ykkur það alltaf klárt á eftir. Alright, núna er ég búinn að preppa allar mat og eins og sögðu, þá er bara basically eldaði kjúklingabringur í ziplock-pokum, 5% nautahakið í ziplock-poka, síðan er ég með eina máltíð tilbúna bara í boxi og síðan hér er 4 fyrir morgundaginn, sem sagt bara í svona ziplock-pokum sem ég fer með þetta bara basically flugið og þarna síðan þetta mista máltíð sem ég klára og dundraði þessu ziplock-pokunum í boxi hérna, þannig að yes, that's basically it. Ég er á einhverju námskeið hérna hjá Einar og Gunnari og já, þá er bara matinu ready og svoleiðis og þá er það bara basically að fara að pakka allt saman, fötin allt saman, kannski sýna ykkur það seinna á eftir eða hvernig ég klára það að verða í fyrramálið og svoleiðis. Þannig að svona pakka ég fyrir flug, basically ég hef kjötmáltíð þetta fyrir flugið og fyrir daginn svo ég þurfi ekki að fara út á plani, ég er bara með allt preppað svo ég get ekki feilað og síðan bara aðalega bara eiga til kjúklingar, máltíðir og svoleiðis svo ég þurfi ekki að elda og svoleiðis, láta bara til. Þetta fer bara í luggageið mitt, ekki handfarangur, luggage held ég að sé, sem að er bara basically, þú veist, þetta er frystikjallar þarna sem þetta fer í þannig að þetta helst allt kalt og er allt gott. Þannig að ég hef alltaf gert þetta svona þegar ég ferðast og svoleiðis og þegar ég verið fyrir að preppa og svoleiðis, þannig að búinn að preppa matinn og síðan ætla ég bara að græja töskunum minna svoleiðis. Ok, þá fer ferðalagið að byrja. Basically bara með að rödd í matinn minn hérna náttúrulega. Ég er að fara út töskuna mína. Morri. Yes. Taskan klár. Og já. Síðan er Valentín á hreitt bara leiðin til mín og dundrum okkur hérna þaðan, þannig að það er bara að gera þetta í tegnum til heim og síðan dundrum við þetta smá þannig að við sjáumst þar. Matavellin komin í gegn. Allir ready. Geggjar þessi. Lent mætti Zurich og já, bíllinn búinn að sækja hann og við erum bara basically að fara að keyra honum til á Liechtenstein og það er eitthvað svaka beimið. Approved. Alright, við erum mætti íbúðina hérna, geggjuð íbúð, Orri, eldhús hérna, stofan, svefnprófin, Valentína. Ég þess vegna átti ekki vona í það, þetta væri svona geggjað sko, shit, svalinnar hérna, eitthvað cozy lounge er ég hérna á sölunum og síðan bara sturla view sko. Þetta er unreal sko. Bara horfið þetta þegar maður vaknar hérna, en já, fucking fallegt sko. Síðan er venjúið bara eitthvað staðar þarna hinum með við það sem við erum og gymmið sem er á æfi eitthvað staðar hérna bara nálægt sko, þannig að þetta er helviti næs allt saman. En já, þannig að það. Já, síðan erum við bara með 1 svefnherbergi og 1 bað. Þannig að sýna ykkur svefnherbergið. Það er bara svona lett og cozy með eitthvað pinkulitlu sjónvarpi hérna. Og síðan sturtaðan og baði hérna. Bara baði hér. Sturta, that's it. Drullu flott íbúð, verður að segja. Ég fíla þetta vibe, svona lítið og cozy og fallegt. Já. You know, the country in Iceland, you know, it's so small town.
supplements. Ísskápurinn, restina af máltíðum fyrir daginn, kjúklingur og hakkið og eitthvað meira. Síðan það bara að gera eitthvað ready í gym, en það ekki? Yes! Yeah! Upper. Rækir. Fullbúinn að Þú ert að fólfa því, já. Já, ég að taka eitthvað upper legs, bara deplete the shit. Þannig já, græja bara intro-workout og eitthvað dæmi og síðan drull okkur í shit gym. Alright, mætti gymmi, hætti komin í bíturinn. Búm, það var stórhættulegt. Reyndar verð að segja bara að þetta sé fucking rugglað gym, mikið á svona old school tækjum með Gym Lego, single arm, bicep curl og já, eitthvað old school dæmi hérna. Bicep, tricep curl og síðan bara já, fullt af fucking tækjum, Viking press, axlapressa og síðan líka annað gym niðri og já, fucking drullu nett sko. Kálapressa, fullt af einhverjum tækjum sem ég aldrei sé áður og til dæmis niðri eitthvað gym 80 tæki sem ég sýni ykkur aftur meira eftir en ég ætla að byrja bara hérna uppi með hreini og já, gera eitthvað og sjá hvernig kemur þetta sýna ykkur fleira. Já, síðan hérna, basically eigandinn að ræktinni hérna með eitthvað mynd hérna Arnold á honum. En hann bara tók á móti okkur á hann og bara sýndi okkur gymmi sem við drullu nett, þannig að ég ætla að byrja að gera eitthvað. Alrighty. Þetta þetta leiðilegustu dögum í preppinu. Það síðustu dagar fyrir mót sem bara basically það bara trýtaður mótur, bara rétt svo aðeins að virka vöðvan, deplíta og fá bara glycogen úr þeim og svoleiðis og fletja það niður sko. Þetta basically ekki að gera neina vinnu og þannig að brjóta neitt niður og svoleiðis. Þannig að já, frekar boring æfingar. Við erum basically að fara bara að taka allan upper body, eitt set af quads, eitt set af hamstring og síðan bara búnið held ég. Nefnum Gunni fara að láta mig gera eitthvað meira á eftir, það heyri eftir. Það eitthvað vatnsflaska á borðinu hérna, þú getur bara rætt henni. Já. Hérna sem sagt fucking neðri hæðin, þetta sturlað. Helling af Gym 80 tækjum hérna. Fullt af tækjum hérna, þú veist. Ég held að hann sagði að það var 6 leggpressir eða eitthvað. Hreinn. Þetta rugglað gym. Þetta ekki mikið af tækjum sem við sér ekkert alls það eins og fucking bara allar chest press tækin hérna. Ég væri til að vera lengur hérna, ef það segja sér. Við erum í 3 daga hérna og basically, já, veginn á morgun. Þannig að við náum ekkert að æfa á mig það. Ég hef verið til að vera viku lengur eftir að sjá þetta gym, sko. Fá að prófa all tækin hérna og taka alla dagana hérna, sko. Shit, drullu nett gym. Ég þarf bara að koma seinna.
þetta miklu þyngra uppið, sko. Það bara að fá hreyfinguna aðeins. Mér finnst pathway bara eitthvað svo skrítið. Það líka algjört klöts hér. God dag. This is Uma like Uma Thurman. Uma Frida. Una og Frida. Una og Frida. Icelandic names. Ah, really? Una og Frida. Yeah. Very old one. Get ekki bara trúið hvað fucking geggja þetta gym er, sko. Væpi líka að fá fólk sem á þetta. Þetta er bara bodybuilding, því það er fucking Dorian Yates á veggnum, Mike Mentzer, Arnold þarna hinum meginn, Gold Gym plakat alls þar, gæði gaspötin, hella einhver Golden era myndum og eitthvað svona dæmi. Conan the Barbarian. Þetta er ástæðan af hverju ég var bodybuilder. Conan the Barbarian. Ég man þegar ég átti hérna spólu þegar ég var yngri og var alltaf að horfa á hana. Horfa á kónginn vera að brjóta einhver spegla og eitthvað kjaftaði, þannig að dröllu næst tím. Það er ekkert annað. Djúsist drasl, maður.
eins. Saman með þetta bridge-dag, ég hef séð bara í Pure Muscle Fitness gæðina, höfðu að tala þetta þar, Anton Valant, Dörrin Hamilton og þá, og alltaf langa að fara út basic að prófa þetta tækið þar. Fucking, já, gym leg og singles, pretty cool. Drullu nett. Our peaks. God damn. Síðan bara sama hérna, bara smá að deplíta lærin, þannig. Bara eitt verksett að fá blóðflæði, 2. Good shit. Betur, ég bara flatur líka sko, mér finnst það sko. Tvæpa á honum sko. Alright, núna verður ekki bara slökun restan af deginum, búinn í gymið þá. Ég á 2 máltíðir eftir og síðan á ég eftir að pósa smá. Og það er basically bara restin af deginum, síðan bara slaka á og chilla, fara að reyna að snemma að sofa og síðan bara, já, ferðalagið búið í dag og síðan er bara vigtinn í fyrramálið eða klukkan 12 á morgun, 12 til 7, ætlum bara að mæta strax og leið og við getum mætt í vigturinn og fara að dundra okkur í það, þannig að
Yes, 2 dagar mót, check. Weigh-in á morgun og það var one day out og síðan show day á laugardaginn, þannig að bara get ekki beðið, þannig að sjáumst það bara í fyrramálið.